En aftur að þessari hækkun veiðigjalda, ég var nú smá tíma eftir að ég hætti Ísfélaginu og nú svona sjálfstæðsstarfandi ráðgjafi og vann þá svolítið fyrir Steingrim Jóð. Já, ég segi bara vinn minn, því að mér líkaði nú alltaf vel við Steingrim. Þeir eru sveitamenn báðir tveir. Þegar hann var ráðherra og sko, þá var auðvitað umræðan veiðigjöldin og allt það og menn höfðu mjög háara hugmyndir að skattleggja greinina. En það eitt sem alveg staðreynd og hvar sem þú ber niður, hvort sem í sjávarútvegi eða öðrum atvinnugreinum, þar sem lagt á svona gjald eða skattur, það ýtir á hagræðingu og samþjöppun. Þannig að það nokkuð ljóst að það mun gerast og ég bara mann eftir í fyrstu ríkisstjórn Davíðs Oddssonar 1991 þá ef maður rétt þá var Jón Sigurðsson, ég ætla nú að biðjast afsökunar á ef ég fer langt með og kom úr Seðlabankanum, þá voru miklir erfiðleikar í sjávarútvegi og hann vildi leggja auðlindagjald á til þess að þvinga menn saman, til þess að þvinga menn til að hagræða. Og þetta var í opinberri umræðu þá. Já, þetta náttúrulega búið og ég man eftir því að Styrmir Gunnarsson var náttúrulega í þessari nefnd þetta, fyrst var það ekki 1 króna á kílóið ef ég man að auðlindagjaldið var fyrst, það var bara svona málamyndar, en svo náttúrulega þetta hefur það verið. Það hefur líka verið pælingar í því að vegna þess að sjávarútvegurinn að borga hærri skatta með þessu öllu saman hlutfallslega. Að hækka jafnvel þá tekjuskattin frekar á að segja 20-25% ef menn vilja þá vegna þess að þá eru menn að taka það af hagnaði. Það hefur verið ein hugmynd. Það hefur verið stundum rætt það. Mér hefur nú ekki hugnað svo aðferðafræði Nei. Þá þetta verðlauna þá sem eru með lélegasta reksturinn. Já, en það gæti verið fer út frá því að þú ert þá með peninga fyrir því það er hlutfall af einhverjum hagnaði sem hefur orðið til. Í dag þetta hlutfall af hagnaði eins og þú hefur bett á að formúlan til og eins og konum fram í þessari samtali Sigurður Inga og Hönnu Katrínar atvinnumálaráðherra í Kastljósinu í gær að Sigurður Ingi var að benda á að fyrri ríkisstjórn var að vinna með breytingu á formúlunni sem hefði kannski getað skilað hærri auðlindagjaldi. En þessi ríkisstjórn, hún búin að vera mjög fljóta að þessu og veriðist því miður, maður finnst eins og að sé eitthvað ábótavant í greiningavinnunni og þeir ætla bara að taka þetta í gegnum eitthvað svona pólitískt afl að gera þetta með þessum hætti. Þannig að það óttast að samtalið verði... Það líka annað þessu og það kannski það að það búið að vera náttúrulega massífur áróður til margra ára og við erum alltaf að tala það, við heyrum það það þarf að vera sátt að þjóðin ekki sátt. Maður heyrir það, þjóðin ekki sátt við núverandi fiskveiði stjórnunarkerfi. Og þetta komið og þetta bara til dæmis núna hvernig síðustu kosningar fóru. Það ekki nokkur vafa á því að þetta mál hluta því að Viðreisn og Samfylking komast til valda, það það ákveðin fólk bæði í Sjálfstæðisflokki og ákveðnum stöðum sem segir það svo massífur áróður gegn, það talaði sægreifan en þá að þeir séu að maka krókin og hún sagði nú í gær, það bara nóg til og þetta bara þetta sagði Hanna Katrín, þetta útvegur þetta sjávarútvegurinn malargull, það var það sem hún sagði nokkuð.